Alþingi veitti Ditlev Thomsen kaupmanni í Reykjavík 2000 króna styrk í fyrra til að gera tilraunir hvort tiltækilegt mundi að nota bifreiðar á vegum hér á landi. Thomsen keypti notaðan 3 ára gamlan fransk-þýskan Kudell í Danmörku og hann að sögn með 7 hesta afl. Þegar mótorvagninum var fyrst ekið götur Reykjavíkur nú í sumar, þyrftist að múgur og margmenni til að sjá furðuverkið og þreyttu piltar kappskeið við reiðina. Eftir nokkrar tilraunir á götum bæjarins var ferðinni haldið í Hafnarfjörð og gekk hún að mestu slysalaust. Og nú hefur mótorvagnin lagt í sína fyrstu langferð. Mótorvagn Thomsens komin hingað á Eyrarbakka. Ferðin hefur verið brösótt, enda virðist vélin ekki nógu aflmikil með við þyngd vagsins til þess að hann komist upp margar og brattar brekkur. Viðbúið því að dráttarklárar þurfa að vera til taks við kambana á bakaleiðinni. En hvernig líst íbúum á mótorvagnin og framtíð bifreiða á Íslandi? Mér sýnist þetta nú helst líkjast hestvagni. Ósköp kraftlítið og hægengt og kemst alla upp brekkur. Raunar hef ég efasemdir að mótorvagnar muni þrífast hér á landi vegna þess hve mjög strjálbyggt og vegir lélegir. Auk þess sem lítt mögulegt að fá gert við mótorvagna. Ég skil ekki hvers vegna Alþingi að setja peninga í tilraun sem hlýtur að mistakast. Ég held að allt skynsamt fólk sjái að í landi með okkar veðurfar og aðstæður munu þessir mótorvagnar ekki verða raunhæfur kostur. Mér líst betur á járnbraut. Og svo höfum við hestinn og hann hefur reynst okkur vel hingað til. Mér líst vel á svona faratæki. Þetta ekki mjög að ryðja sig til rúms erlendis? Af blöðum að dæma ekkert efamál að bifreiðar má viðhafa svo að gagni verði og því tel ég rétt að skoða þetta mál nánar. Ég sé ekki betur en hestar fælist lítið sem ekkert fyrir mótorvagnin og vegar hér eru yfirleitt nógu breiðir fyrir hann, sé varúðar gætt ef mættir lestum eða hestvögnum. Svo ég bjartsýn. Var ekki verið að tala það í þinginu að mótorvagnabrautir yrðu okkar aðalflutningavegir við hlið strandferða? En þá þyrftum nú að fá kraftmeiri bifreiðar en þessa. Sjónarmið eru ólík, en allir munu þó vera sammála að veruleg þörf sé á að fá samgöngunar í landinu bættar. Vegir eru nú víða farnir að komast í lag og í fjölmenni bæjanna hljóta bifreiðar að verða hið mesta þarfaþing. Alþingi vildi með styrkveitingu sinni til Thomsens kaupmanns komast á raun hvort þessi samgöngutæki ættu erindi hingað eða myndu hagfelld í framtíðinni. Það á enn eftir að koma í ljós og vart við Kudell-vagnin að sakast fáist ekki endaleg niðurstaða í það mál í sumar. Hins vegar markar koma hans ákveðin tímamót í samgöngumálum þjóðarinnar.